Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl og velkomin aftur að Rauða borðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér til að ræða áfram ástandið á Gaza komin Magga Stína Blöndal, velkomin. Takk fyrir. Það ekkert lát á viðbjónum á Gaza, hryllingnum, blóðsúthellingunum. Nýjustu fréttir herma að einhverju örlitlu af hveiti hafi verið sleppt inn á svæðið, svona til þess að, hvað hefur að segja, sverfa sárasta hungur 2 milljóna. Þau voru send hvað? Já, hvað sagði, 90 kíló af hveiti. Fyrir 2,5 milljón. Já. Ég veit ekki hvort það betra að senda 90 kíló af hveiti til fólk sem þú ert að murka lífið úr allan sólarhringinn, eða hvort það bara kannski ráða að senda bara salt, sko, til þess að setja, þetta svona eins og setja salt í sárin, sko. Akkurat. Þetta, það eins og ég segi, þá hefur ekkert lát á svona hryllingsfréttum, þannig það voru settlerar, þessi landtökufólk sem riðist inn í Al-Aqsa moskunina núna í morgun, sem lítur mjög alvarlegum augum því að þetta einn helgasti staður múslima. Það svona kannski að það verði þá til þess að kveikja eitthvað á viðbrögðum Arabríkjanna sem hafa nú kannski verið svona misjöfn. Það eru Egyptar og Jemenar og svo svona Íranir og svona hafa svona alveg talað en fordæmt og allt þetta. Jemenarnir hafa actually sýnt eitthvað svona í verki, en svo það bara þessir hinir sem að kannski hafa. Jemen eina ríki sem hefur svona látið einhvern veginn verkin tala svona út frá sér, sko. Það sýnt Palestínumönnum, sko, eitthvað raunverulegan stuðning í verki. Önnur Arabaríki hafa ekki gert það. Nei. Þau eru þau hafa fyrirgert öllum sínum prinsipum, svona hafa verið, sko, og það ennlega óendanlega sorglegt og óhugnulegt. Það sem að þeirra aðal þessa dagana náttúrulega bara að kitla Donald Trump undir illjónum, sko. Og þetta náttúrulega, þú veist, þetta svona eru kaldari kveðjur en kannski, hvað getur maður sagt, þú veist, það ekki von á neinu frá Vesturlöndum, en einhvern veginn hélt maður kannski að Arabaríkin myndu á endanum einhvern veginn bregðast við, en það virðist nú ekki vera, sko. Og þetta náttúrulega eitthvað svona eins og bara eitthvað svona, það verður svona mjög óhugnalegt, þetta daður Arabaríkjanna við peningana og vopnin, að því, sko, sem maður spyr sig líka, ég spyr mig alveg að því, sko, til hvers? Til hvers? Já, enginn veit. Það engin saga það að Bandaríkin hefur nokkuð tíma staðið það bara ekki kjörum í einu, sko. Nei. En náttúrulega, ég meina, þú veist, þetta staðan, og ég meina við lifum bara ég meina, ég leyfi mér að segja að við lifum helvíti á jörð núna. Þess að okkar heimur býður upp á það að við horfum upp á brutalitet stutt af öllum heiminum, sko, öllum valda strúktúr heimsins. Já, og þetta kerfi sem að við höfum, og sem að við svona í svona hvítumegin í heiminum, í Evrópu, við einhvern veginn byggum þetta kerfi til og það átti að vernda allan heiminn, en við erum svolítið svona kannski að vakna upp við vondan drauma að við séum í rauninni vondi kallinn, og að kerfið átti aldrei að bjarga neinum nema okkur sjálfum, sko. Já, ég meina þeim sem að, sko, þóknarlegir eru, sko, valdinu, og ég meina, ef maður bara svona, ef maður hugsa, ég meina í raun og veru þetta, þú veist, í raun og veru ætti maður ekkert að hafa orðið svona hissa á sínum tíma þegar maður var hissa, sko. Það nú búið, sko, þetta með hissa. En ég meina Sameinuðu þjóðirnar eru náttúrulega bara búnar til
til þess að í raun og veru hjálpa heimsvaldastefnu Bandaríkjanna til dæmis sko. Sameinuðu þjóðirnar eru ekkert annað sko. Og þú veist þeim bara maður þarf ekki að lesa sér neitt mjög mikið til þess að sjá það bæði hvað, þú veist hvernig þau trýta öll Afríkuríki og bara í raun og veru eru bara í svona tæki, þau eru bara verkfæri í höndum heimsvaldastefnu Bandaríkjanna. Þannig að já, þetta mjög sorglegt og og við lifum alltaf bara hrun í öllum skilningi, við lifum bara menningarlegt hrun, við lifum siðferðilegt hrun, það bara þú veist, og ég geng svo langt að segja, við lifum helvíti á jörð. Þetta einhvern veginn ekki heimurinn sem að maður sá fyrir sér að svona, maður myndi alveg börnin sín í og eða barnabörn eða hvernig sem því átt að þetta einhvern veginn svona, það óhugnulegt og maður að átta sig á því að ekkert einhvern veginn raunverulegt af því sem að maður trúði og hélt heiminn. Allt byggt á lygi. Einmitt, og það einhvern veginn svona, það allavega svona vofir þungt yfir manni, svo tilfinning og svona tilfinning vonleysis, en það einmitt það sem að Palestínufólkið hefur líka kennt okkur allt og svo mörg þeirra að þetta með vonina sko, að láta hana ekki deyja því að þá einhvern veginn þetta orðið tapað stríð. Já, akkurat og ég meina sko og það kannski, já það alveg rétt hjá þér að svona þessi staðfesta sem að maður verður vitnað en hún nú óðum að fjara út núna með þessi í Palestínu sko vegna þess að það ég meina svo ólýsanlega kvöl sem allur almenningur til dæmis á Gaza lifir núna alltaf þegar við fáum okkur morgunmatinn, alltaf þegar við vökum, alltaf þegar við vinnum, alltaf þegar við förum heim að borða kvöldmatinn, alltaf þegar við sofum þá einn ólýsanlega kvöl sem almenningur á Gaza lifir sko hún náttúrulega komin einhvern veginn á þann stað að í raun og veru þráir fólk ekkert annað heldur en að dauðinn taki við. Akkurat. Og þegar manneskja komin á þann stað, þegar börn þrá að deyja og við lifum það, þá segir ég bara við hefum ekkert vennan heim að gera, ekki neitt. Ég meina þú veist, við erum á svo viðurstyggilegum stað sem heimur sko og þetta viðhald þú veist að takast á alls konar öfl, það takast á fasísk öfl við frelsis þrána og það eitt það sem kannski og það getur virst sko vera svona átakalegt sko bara svona ef maður að ímynda sér það átakið felst ekki síður í því að hinn svona þú veist þessi falshugmyndum lýðræði lýðræðislega öfl, falshugmyndum að einhver sé vel hugsandi það þykir mér að vera sko óbærilegasta mál sko af öllu þessu og það náttúrulega það sem við lifum sérstaklega eins og í samfélagi eins og okkar hérna á Íslandi að sem sagt það velklætt stríðalið fólk sem talar lýðræði og samtal og eins og utanríkisráðherra gerir núna orðið á hverjum degi því að henni finnst hún eitthvað orðið fyrir einhverju truflun eða eitthvað svoleiðis sko þú veist forsætisráðherra bara gerir við gluggakarmana heima hjá sér á milli þess sem að hún og vinkar verkamönnunum sem að gera við stjórnarráðið og talar að það sé bara óbærilegt að fylgjast með því sem að gera en við skulum vera vangóð og við erum með heilbrigðisráðherra sem fyrir undir landlæknir hún læknir sem hefur svarið læknaðið hún horfir upp á þetta hún segir bara þetta bara þyngra en tárum taki og þú veist svona getur við haldið áfram barnamálaráðherra, erum við með barnamálaráðherra? Jú ég meina, þú veist þetta bara segir sér sjálft, skilur bara, þú veist, bara þessi upptalning skilur
hún segir í raun og veru allt sem segja þarf sko hvað við erum sjúk hvers konar sjúklegum veruleika við búum við. Já, af því að þú ert svona komin í svo litið hingað heim, það voru mótmæli í gær og það var nú vel mætt, ansi vel mætt og mikill svona slagkraftur í þeim mótmælum fyrir utan utanríkisráðuneytið. Maður finnur það líka einmitt að það svona Evrópuleiðtogarnir virðast vera að taka við sér, það eru allir einhvern veginn, núna eru, einhver orðaði það gott, ef það varst ekki bara þú, þetta eru svo rottur að stökkva frá borði á sökkvandi skipi, af því að þetta fólk auðvitað áttar sig á því að það hvílir á þeim gríðarlega ábyrgð þegar að þetta þjóðarmorð, þessi helfur verður gerðu upp fyrir alþjóðadómstólum, þá verður hvert og eitt þeirra tekið til ábyrgðar og þeirra hluti verður greindur og skoðaður með það í huga að þau hljóti refsingu fyrir ef að þau tóku þátt. Og þú veist, mér finnst nú enn betur orðað einhvern tímann ég las það einhvers staðar, þéttist nú röðin á vaskinum. Já, einmitt. Já. Þannig að nú kannski sjáum við það þessa dagana eins og þetta vísa í sambandi við Evrópu og jafnvel, þú veist, hundarnir, hvað segir maður, gungur okkar ríkisstjórnar, alla eru svona að velta einhverju fyrir sér, sko, með það markmiða að geta mögulega þegar hendur sínar blóði Palestínu Palestínu fólks en þú veist leiðilegt að segja sko, það mun nú ekki takast sko. Það verður ekki, þetta verður bara þeirra arfleið sko, það sem eftir það sem sko, kannski klikkaðast í þessu að til þess að þú fáir þitt eigið ríkisvald eins og við viljum bara reyna að fá okkur eigið ríkisvald til þess að bregðast við þvinga það eins og við getum með öskrum og látrum og með bara hverju því sem að við höfum til að dreifa alltaf erum við nú friðsöm samt að því við erum þar sko að þá þarf í raun og veru að sko þá þetta sem sagt þá þarf einhvern veginn að höfða til hégóma þeirra og það náttúrulega það svolítið segjandi líka okkar samtíma þú veist þú þarft að höfða til egósins að því egó það eins og skiptir máli sko, fyrir stjórnmálamann. Þannig að þú veist, vindurinn sko blæs núna, eins og ég sá bara gærdaginn og þetta var náttúrulega að því allur almenningur út allan heim meirihluti almenning stendur með Palestínu og gjörsamlega að fara yfir af öllu því sem hann hefur séð öllu því sem hann hefur vitnað. Þú veist, fólk, ég held að þú deilir þeirri tilfinningu með mér að maður mun aldrei nokkuð tíman ná sér eftir þetta, aldrei nokkuð tíman. Það er allt breytt. Og þú veist, og það fólk kannski sem að ætla sér að halda í einhvern gamlan veruleika þú veist, eins og ég segi, alltaf leiðilegt að vera boðberi vondra frétta en það mun ekki takast heldur það verður ekkert eins ekki heldur hjá ykkur sem hafa það gott sko. Það er ekki bara ruslaralýðurinn hressi ruslaralýðurinn sem líður sko. Þú veist, þetta er bara allur almenningur ég veit ekki, þú veist, ég meina í gær það er bara fólk úr öllum ekki öllum stéttum fyrir ekki en úr mörgum stéttum samfélagsins sem bara sko bókstaflega bugað mörgusunum af því að horfa á lítil börn brenna lifandi horfa á fólk svelta í hel deyja úr sjúkdómum í beinni útsendingu pyntingar það er bara, ég veit ekki hversu þarft það er að telja upp allan þann hrylling sem að heimsveldastefna Bandaríkjanna með Ísrael sem verkfæri hefur boðið upp á og við eins og hundar pissum utan í Bandaríkjamenn og það er það sem Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir gera á hverjum einasta degi. Það er pissa
utan í Bandaríkin á hverjum einasta degi og það oft á dag en það er ekki að gera neitt og ég held að það sé mjög þarft fyrir almenninga átt að segja það er ætla ekki að gera neitt hins vegar borgar það sem fyrir borgaran hinn almenna borgara að leika það að hann biðli til þeirra eitthvað gott þannig að hann geti haldið einhvers konar von það að þær bregðist blíðlega við þetta er veruleiki sem við búum við þú veist, það er engin sannleikur neinstaðar þær ætla ekki að gera neitt ekki neitt ef þær hefðu ætlað að gera eitthvað þá var þær löngu búnar að því alveg á sama hátt og allir aðra Evrópuþjóðir ég meina, að maður kannski taka Spánverja þú veist ekki þekki það skilur að því ég er bara ekkit innundir í spænsku stjórnmálum en það er svona einhvern veginn kannski blærin er svona daldinn eins og þeir hafi séð allt í einu það borgað sér að slíta viðskiptasambandi við Ísrael skilur að þetta væri nú bara ekki hægt lengur sko. En svo er það einmitt þessi krafa að slíta viðskiptasambandi. Ég átti samtal við alþingismann daginn sem að óskaði hreinlega eftir því við mig að við myndum bara gjöra svo vel að hætta með þessa kröfu eða stjórnmálasambandi það öllu heldur vegna þess að hún væri mjög mikilvæg til þess að koma neyðaraðstoð inn á Gaza og til þess að koma fólki út af Gaza og sem að stjórnvöld náttúrulega eru allan daginn að gera allt árið kring. Það er alveg náttúrulega makalegt hvað þau komið mörgum út á Gaza og líka hvað þau gert sko með löggjöf gert einstaklingum frá Palestínu sem hafa búið við þjóðumorð og kannski mögulega komist hingað eða gætu komist hingað alveg makalegt hvað þau hafi gert löggjöfina góða fyrir þetta fólk það er bara, þú veist, það er þannig stríðustraumur af fólki frá Palestínu það maður bara kemst alltaf fyrir á Lækjartorgi en ég meina, hvaða regla er þetta? Og á svo náðarsamlegast ég ætla bara að tala þessari röddu skilur og skil vel að aðrir tali öðrum röddum ég ætla bara að segja þú veist, það sjá allir í gegnum þetta þú veist, þetta er ekki pólitík þetta er bara hvernig hugsa þessi manneskja þú veist, hvað á það að þýða ég meina, þú veist, þetta er alltaf bara og til og með samfylkinguna sem stígur í pontu vilt að þingmönnum, ekki fullt, nei, fyrir ekki 3 þingmenn samfylkingarinnar sem hafa staðið í pontu og lýst bara því hvað þeim er misboðið. En það gleyma því kannski að þau eru ríkisstjórn. Gleymdu því. Þetta er ríkisstjórnarflokkur. Það er forsætisráðherra. Ég velti fyrir mér oft í þessu samhengi hvort að við, hinn almenni borgar á Íslandi, séum kannski bara einhvern veginn, við lifum í einhverju blekkingu að íslenska ríkisstjórn hafi eitthvað raunveruleg völd eða eitthvað sæti við eitthvað borð af því að eftir því sem að þessu framvindur áttar maður sig á því að það eins og þau tala þá er eins og þetta sé bara algjörlega bitlaust batteri. Já, ég meina alltaf mennur völd til þess að stöðva við höfum ekki vald til þess að stöðva neitt Jú, en þau hafa rödd þau geta beitt rödd sinni þú missir aldrei röddina ég missi þú ert reyndar að missa röddina reyndar, allt í góti þau hafa rödd þau geta beitt henni við höfum mikla sérstöðu og við höfum mjög mikla ábyrgð sérstaklega gott Palestínu það erum við sem viðurkennum sjálfstæði Palestínu á sínum tíma og því fylgir ábyrgð það er það sem það skilur ekki þetta fólk það er ábyrgð það hagar sér eins og ábyrgðarlausar hænur að því þeirra en svo á sama tíma er þeim líka vorkunn vegna þess að þau hefa selt landið þú veist, Bandaríkjunum hérna eru, 800-900.000 bandarískir hermenn já, út af Keflavíkurflugvelli og fjölgar enn að þau hafa selt Bandaríkin það eru kafbátaæfingar hérna úti fyrir Faxaflóa og í kafbátnum eru kjarnorkuvopn og ég meina nema von, ég meina þetta er engin fingur út í það heyrist ekki múkk
það er búið að eyðileggja samtök hernaðarandstæðinga. Ég held að það sé einhvers konar bjórklúbbur eins og staðan í dag. Ég meina þetta er náttúrulega ekki kannski auðvelt að eiga við, en það er rödd almennings. Hún segir: stöðvið þjóðarmorð, gerið allt sem í ykkar valdi stendur til þess að fara að alþjóðalögum, og þau gera það ekki. Bottom line. Margrétína, þú varst tekin tali af fjölmiðlum. Nú er það orðið svo að þú verðist gripinn svona við hvert tækifæri í að þessara meginstraums fjölmiðla til þess að koma og vera einhvers konar andlit þessarar baráttu hér á landi. Eitthvað sem að ég veit að þú telur svo sem ekkert eftir þér, en það er greiðlegt álag sem fylgir því að vera þessi típa, að vera í þessari framvarðsveit, vera endalaust slitin úr samhengi, klift til og smellt á forsíðu blaðana. Ég skoðaði, ég rendi nú svona yfir klippu af þér þar sem að þú ert nú hreinlega bara að garga á mótmælum lífi frjáls Palestína. Það undir fólk hefur eitthvað svona bara allt í einu vakna upp hjá einhverju fólki sem að sér núna þig sem einhvers konar ógn við þeirra eigin öryggi eða frelsi eða hvað það má nú kalla, og það segir ljótt orð og það hótar og það meiðir. Hefur þetta einhver áhrif á þig? Ég vil fyrst kannski segja það að það er ekkit, þetta heitir ekki álag. Og ég held að svona til að byrja með getur bara sagt að ástæðan fyrir því að fólk heldur að það geti fullyrt að ég sé eitthvað andlit einhverja baráttu eins og þessara baráttu, það er bara haldið miklu miðskilningi, þannig að það er bara eru fjöldi manns sem er vakið og sofið og þjáist hér á landi fyrir raunir og þetta viðbjóðslega þjóðarmorð. Þetta er eins og þetta er svona strategía. Þú tekur eitthvað andlit sem þú þekkir, ég meina við erum náttúrulega 150.000 í borginni, við erum 300.000 á allir landinu, Það er ekki erfitt að vera frægur á Íslandi, Þú hósta tvisvar og þá ertu bara orðin frú hósti, skilurðu, þú veist bara og þetta er náttúrulega kannski grunnurinn að öllu illi í vestrænni menningu og í vestrænni samfélögum. Það er þessi persónudýrkun, það er egoisminn, það er og það er bara, þá erum við bara strax komin að grunnunum að hinu illa kapitalismanum. Að það er hægt að þá sjá margir sem að kannski ekki eru sammála baráttunni, sér leik á borði að taka þekkta andlitið. Taka það svona, þetta er gott, og það er ekki gert mér til nokkurs rósa eða róður, heldur bara til þess að smætta baráttuna. Og þetta byrja fyrst, skilur maður ekki hvernig maggast og var æðislega hress, skilur en opaslega alltaf glaðilegum litum, maður ekki hvernig hún er alveg yndislega, hún er ofsalega reið núna, þannig að þú dreifir þegar þú dreifir umræðan og dreif með því að taka einhvern úr hópnum, skilur, og þú býrð til úr því einhvers konar, þú veist, svona persónlega, þú veist, þetta fjallar ekki um mig, bara, þú veist, þannig að það sé bara alveg sagt, það er bara áður en við byrjum, þetta fjallar ekki um neitt nema Palestínu, bara. Og það hafi ég lært eitthvað á því að búa í litlu samfélagi þar sem að fólk er mjög mismunandi skoðunum. Fólk sameinast þennan málstað, það er ekki allir á minnilínu, fæstir á minnilínu. Það er bara fólk sem vill fara diplómatíska leiðir, það er fólk sem vill fara samræðuleiðina, það er bara fólk sem trúir á alls konar aðra hluti heldur en ég, en við sameinumst þennan málstað og það er ekkert annað sem skiptir máli. Jú, sannlega, svo koma rasistarnir og þeir bara leipa að því þeir eru þetta heimskari heldur en allir aðrir, og þeir bara hoppa vagnin og þú veist, þeir bara hoppi þeir á vagnin, bara hver sem betur getur, þeir bara skjótast fram á rúmunum og þeir gera ekkert að sjálfu sér,
þeir hafa fengið leyfi til þess frá yfirvöldum. Þú veist, og það náttúrulega Bjarni Okkar Benediktsson, það var hann sem sko gaf út fyrsta opna skírteinið, skilur, komið fram undan rúmunum, allir rasistar landsins saminist bara, og þeir fóru svona að skjótast sko, og svo náttúrulega með auknu lögregluofbeldi, þar hefur annað stórt samþykki fyrir því að þú meir níðast á friðarsinnum, skilur, af því þetta ekkert annað, valdið níðist á friðsömu fólki, þú veist, við höfum orðið vitna, dómsvaldið dæmir ofbeldun í vil, þú veist, ég meina við erum bara að horfa á okkur einsta degi, og þú veist, og ég veit ekki, ég veit svo sem ekki, þú veist, auðvitað væri gaman að vera bara á happy hour. Þú veist, ég meina, ég þrái ekki heitar heldur bara eitthvað gott happy hour, sko. Það væri alveg meira áttar, sko, bara hýta stelpunar og eitthvað, skilur við, bara gera eitthvað, þú veist, gera eitthvað kósí, skilur við. Það væri æðislegt. Þú veist, bara eitthvað, það getur bara valda okkur og eitthvað. Ég meina, það bara ekki tíminn til þess. Þú veist, við verðum, allur almenningur verður að átta sig á því til þess að geta átt happy hour mögulegt, sko, einhvern tímann í framtíðinni, þá verðum við að standa saman. Og þú veist, við förum, sko, og ég finn það alveg, ég finn rosalegan mun núna, sko, bara á því hvað eru margir að bætast við, og ég meina þetta Eurovision, sko, þú veist, það náttúrulega bara fólk bara, sko, þú veist, bara datt, sko, ofan í klósettskálina af ógeði, skilur við, þegar það áttaði sig á því að Ísrael var samþykkt inn í Eurovision, skilur við, ég menn ég hef ekki séð svona marga tjá sig, þú veist, þetta af því að þá viðbjóðslega ákvörðun, skilur við. En það af því að, þú veist, þetta einmitt eitthvað svona, þetta sviptir fólk einhverju gleði, einhverju sem það hafði. Þannig að ég velti fyrir mér, sko, þú veist, til þess að einhvern veginn almenningur vakni almennilega, átti sig á því að við eigum öll eitt sameiginlegan óvin sem bara auðvaldið og ægivaldið, kapitalismin og þetta kerfi sem er einhvern veginn búið að múra í kringum hina ríku. Sko, þá þurfa það allir að einhvern veginn svona upplifa þennan missi, persónulega missi. Og ég hugsa að þú veist hversu langt þarf þetta þá að ganga áður en að fólk einmitt fer að missa partíunum og finna það á eigin skinni að það er verið að svipta þau lífsgæðunum sem að þau heldur að þau gengur sér að vísum. Allavega við erum komin þetta langt. Við erum komin það langt að 2,5 milljón skipta engu máli. Þú veist, mörg 100.000 manns, þú veist, lítil börn, brendlifandi, þú veist, ég meina myndirnar sem að, sko, maður hefur fyrir hugskotssjónum, þær eru þannig að, þú veist, ég hef svo oft sagt þetta, sko, var valla hinn að segja þetta aftur, skilur. Þetta bara, þú veist, og þú veist, og það að þú hafir, sko, ég held að fólk sem að fer ennþá í vinnuna, reynir að hugsa ekki þetta, bara getur ekki haft þetta meðferðis í vinnuna, að því hver á að vinna, verður einhver að vinna vinnuna. Ég segi bara nei. Þetta er ekki þannig. Hvað gerist ef þú hættir að vinna vinnuna þína? Hvað gerist? Þetta þú veist, þetta er okkar eina svar. Það er að hætta að næra þessi kapitalísku öfl og þessi ofbeldisöfl, vegna þess að kapitalísku öfl eru ofbeldisöfl. Það eru þau sem murka lífið úr litlum börnum, ekki bara í Palestínu, heldur bara viðsvegar heiminn, skilur. Og svift okkur Eurovision. Og þeir sem hafa orðið, það fólk sem hefur orðið, eru talsmenn þessa valds. Þú veist. Þú veist, ég hugsaði á tímabili þegar Hannes Hólmsteinn til dæmis segir að það er að senda þessi helvits mögstin, því hann dettur ekki annað í hug. En þú senda mögstin bara til Súdan, Rúanda, að það vera fyrir mér fylgdamál, þá var hann að segja að það er bara að drepa mig einhvers staðar. Þú veist, og hann getur bara sagt það. Og það er bara allt í lagi. Það er bara allt í lagi. Það er bara allt í lagi. Segir bara hvað annað næst. Ég meina, þú veist, þá erum við, sko, við höfum bara upplifum það að við höfum
viðurkennt ófögnuðin og það allt í lagi að segja og ég meina, við getum bæði ég og þú þú veist, ég get alveg sagt líka já, ég mætti alveg á mótmæli fyrir Palestínu, alltaf örgla svona 6 mánaða fresti, ég alveg viss það en vissi ég hvað var að gerast? Nei, ég vissi það ekki eða ég gerði mér ekki grein fyrir því eða þá ég lokaði augunum fyrir því þú veist, við erum öll sek þetta Já, 100%. við erum öll sek þetta Já, að humma hlutina fram á okkur einhvern veginn og neyð annarra í heiminum einhvern veginn og meðan að því að við höfum það svo gott og við höfum það auðvitað gott á kostnað þessa fólks og það málið? Það ekki málið. Það ekki hægt að líta fram hjá þeir lengur. Og það má hætta við. Það má hætta við. Það má hætta við að loka augum. Það má opna augun. Þú veist, það enginn sem að dæmir mann. Skilurðu? Við verðum að ganga saman þessa leið, sko. Nú sé ég hérna inn á Al Jazeera að ég að berast fréttir hérna af 51 einstaklingi sem hefur verið drepinn sem vitað núna bara frá hádegi og hér fylgja myndir sem ég get nú því miður ekki varpað þeim hér upp akkurat núna en það eru langar raðir af grátandi börnum sem eru að bíða eftir matargjöfum og sko þessum hefðbundnu hérna svona hjálparsamtökum þeim hefur verið settur svolítið stóllinn fyrir dyrnar og það eru kominir þarna inn bandarískir hermenn sem að eiga einhvern veginn að sjá matargjafir sumir segja að það sé taktískt þeir séu nú ekki komnir hérna til þess að svona sáldra matargjöfum í svöngbönn heldur séu þeir bara í beinum landhernaði Þeir hafa náttúrulega verið það, en nú eru þeir opinberlega þá í beinum landhernaði. Þannig að, og það sást myndir daginn að hluti að þessu sem átt að vera matargjafir sem að þessi hermenn að fara inn með í einhvern veginn var það þannig að það voru 5 vagnar. Já, einmitt. 3 af 5 innihéldu líkklæði. Einmitt, það voru líkklæði. Það segir kannski bara, það allt sem segir þar. Ég meina, svo kannski bara, þetta bara setning, 3 af 5 innihéldu líkklæði. Einmitt. Þú veist, þetta, sko, við búum, þetta ekkert annað en helvíti, María Lilja. Ekkert annað en helvíti. Það það ekki. Og þú veist, þetta og þú veist, og það bara til dæmis að RÚV eða hvaða svo sem fréttast og sko skuli í alvörunni éta upp eftir þessum satanjahú þessum satanista þessum verkamanni djöfulsins það skuli éta upp eftir honum það sem hann segir það ekki bara óbærilegt heldur það náttúrulega bara segir allt sitt markleysi allra fréttastofa sem svo gera Já, þú ert ekki hrifin á RÚV og hefur ekki vandað kveðunar hingað til. Nei. Hefurðu fengið svona óskýrðinur uppfylltar fund með útvarpsstjóra eða fréttastjóra segja? Ég hef hitt fréttastjóra á máli, alveg sem þú sko. Og ég meina sá fundur náttúrulega sko í raun og veru þú veist hann skildi ekkert eftir annað en sko gríðarlega tómleika tilfinningu inn í minni sál sko að því ég hugsaði bara að illa upplýstari fréttastjóra ef ég átti að taka mark á orðinu hans skilur ef ég átti að trúa því hafið þau svör sem að hann gaf verið sönn þá hann væntanlega illa gefnasti eða illa upplýst mest illa upplýsti fréttastjóri jarðsögunar sko það bara í morgun og las ég til dæmis að hann Ingólfur Gíslason hefur verið að kanna það var einmitt hann slóði Ingólfur hefur einmitt verið hérna að Gaza hann sló upp bara svona að gamni
eða ekki gamni, ég veit ekki. Nei, það er bara áhuga. Já, áhuga á fréttavef RÚV, hvort að stofnunin hefði á einhverjum tímapunkti fjallað Hind Rajab sem var litlu stúlkuna, sem var, við heyrðum öll ég meina það var þetta bara vera myrta já, við heyrðum í beinni útsendingu hann að verða fyrir 66 skotum einmitt þegar að hún í marga klukkutíma sat inn í bíl með dreipinni fjölskyldu með myrtum fjölskyldumeðlumum hún faldi sig og samtalið er hún að eiga við hjálparstarfsmann í einhverju neyðarlínu það nálgast á netinu og þetta er eitt svona svakalegt þetta er svona mál sem skók landsbyggðina þetta er einhvern veginn vakti marga til umhugsunum svona hvað verið að gera hérna þetta var svo átakalegt að heyra röddin í þessari litlu stúlku ég meina það bara heimsbyggðinu þetta bara 6 ára Já, og þetta er svona allavega snerti við mörgum en snerti ekki við RÚV. Nei. Þannig að En já, einmitt, það er það sem ég ætlaði að segja, umfjöllun þessa litlu stúlku sem að einhvern veginn er á allra vörum og hún átti afmæli daginn og fólk hélt upp á afmæli henni til heiðurs. Já, ég meina, Hinds Hall, eitt frægasta lag, poplag sem samið hefur verið þennan atburð. En það er ekkert RÚV? Nei, RÚV, veistu það? Ekkert Hind Rajab? Ekki orð. Og það var sama, sá ég að hún Helga Þóra Jónsdóttir sem er nú hefur líka komið hingað og talað að hún hafði gert svona álíka könnun sjálf og þá var það Aron Bushnell sem ekkert hafði komið út úr þeirri leit. Aron Bushnell er náttúrulega maðurinn sem að kveikti í sér og kaus að fara bara kveðja þennan heim bandarískur hermaður sem að gat ekki látið bjóða sér lengur og hryllingin og viðbjóðin hann vildi ekki vera meðsökur og hann ákvað að vekja athygli á málstaðnum með þessum hætti það var ekkert á RÚV ekki orð og það ég meina við skattgreiðendur kannski ættum að velta því fyrir okkur fyrir hvað við erum að borga einhvers konar áróður virðist vera þetta er bara beinn áróður þetta heitir eitthvað svona þessi áróður heitir þetta er svona þegar meðvitað er verið að halda upplýsingum frá almenningi þú veist, eða leikstýra fréttaflutningi og það er það sem er gert á RÚV að fréttaflutningi leikstýrt og ég meina eina vælið eða söngurinn sem maður fær þegar maður á þeim tíma sem maður hafði einhvern kraft til þess að spyrja RÚV út í þetta þá er alltaf verið að tala einhverju tímaþröng og svona og bara við erum alltaf einhverju aðeinslega tímaþröng en það er nógur tími fyrir þetta sama fréttafólk til þess að vera með grínþátt það sem er ekki þetta frétt? Er ekki til ykkur þátt sem er þetta frétt? Það er sama fólkið. Það sem að fjölmiðlafólki er boðið, nema samstöðinni náttúrulega. Já, það sem fjölmiðlafólki sömu fjölmiðlafólki er boðið að grínast svolítið með eitthvað hvað er frétt og hvað er ekki frétt svona í gegnum tíðina en það má ekkert vera að því að búa til að vera fréttir það er svo lítill peningur, veistu hvað er lítill peningur? Það er alltaf engin hugsjón engin peningar og engin tími það er nokkur 100 miljardar held ég samt að borga allir skatt ég meina það eru gríðarlegu fjármunir sem fara í RÚV og maður ætlast til þess að þau gerir betur já, þetta er bara marklaus fréttastofa þetta er ekki fréttastofa nei, þetta er orðið eitthvað svona já, þetta er eitthvað humbúk skilur eins og bara borgin bara humbúk hún er ekki þjónusta borgarana þú veist þannig að, þú veist, ég veit ekki ég meina, en þetta virðist einhvern veginn vera þannig að á meðan okkur líður öllum eins og við séum með leikaleikinn þá er allt í lagi ef við höfum okkur áfram við erum bara öll með Instagram-filterinn á þá bara sér enginn gallana já, og það er einhvern veginn þannig og þannig ætlum við að láta okkur líða vel bara 10 mínútur viðbót en og kannski göngum við bara þessa leið helvítis til enda af því þú veist þetta er ekki gangi þetta upp með þjóðamorð í Palestínu
þá verður, sko, gengur þetta bara eins og eldur í sinu alla heimsbyggðina. Þú veist, hvað heldur það verið lengi að ganga frá öllum Grænlendingum? Þú veist, korter. Það kemur að okkur líka. Korter 20 mínútur. Eða Íslandingum 300.000 manns. Það sópa okkur bara út í sjó. Það er það sem mér þykir svolítið svona áhyggjuefni, að því að við sjáum með hvað hætti sko, bandaríski völd og ég meina þetta heimsveldi, með hvað hætti þeir tala Grænland og Grænlendinga, þeir ætla að eiga það. Já, og þeir eiga okkur nú að svona langmestu, þeir þurfa voðalega lítið að gera og svo andspyrna sem þeir munu mæta þegar það kemur, og ég segi þegar það kemur, þegar hér eru við rík á auðlindum og heimurinn hann að brenna og það vantar vatn og það vantar orku, það vantar ýmislegt. Þegar það verður tekin ákvörðun að landið okkar verði nýtt með þessum hætti og þau örfáu okkar sem að þorum kannski að standa upp í hárinu á þeim og mótmæla, þeir verða ekki lengi að losa svo við okkur. Þannig ég velti fyrir mér, sko, hvað þarf maður að gera til þess að fólk átti sig á því að þetta ekki, þú veist, þetta alvöru lífið, veröldin okkar sem við búum í. Við höfum þetta ægivald, þessar ólögu vondukalla og restin af okkur, alveg sama hvort við reynum að leiða það hjá okkur, við munum öll finna fyrir því. Það sem gert við börnin í Gaza verður á einhverjum tímapunkti gert við önnur börn og það endar svo með því að okkar eigin börn lenda í því og það þetta sem að einhvern veginn, það gerir mig svo ofboðslega pirraða að fólk skuli ekki kveikja á þessu. Já, ég held að en mikli sökudólkur í þessu sé einmitt svona sé sér menntunarskortur og þú veist, það þetta líka pólitískt vald sem stýrir menntun og ég meina, ég 57 þú veist, ég vakna bara upp við það allt sem mér hefur allt kannski nema margföldunartaflan lygi, skilur allar þær upplýsingar skilur, þú veist, Guðslof var mér kennt að lesa og ég þakka fyrir það. Þannig ég get þá bara numið sjálf og og ég raun og veru vinnur valdið gegn menntun bæði bara með því að þú veist gera lítið úr kennurum eins og borgin gerir og þú veist og allt þetta, greiða þeim illa og gera aldrei það sem þau að gera til þess að menntun geti farið fram. Þú veist, það bara svo strategía, sko. Já, en svo líka bara, þú veist, ég líka svo gagnrýnin á menntakerfið að því leiturinn til að, þú veist, í hverju erum við að mennta börn? Einhverju, þú veist, endurskrifaðar í sögu, einhverja, þú veist. Ég náttúrulega, þessi, sú saga sem sögð, hún öll í. Bara öll í frá upphafi til enda, sko. Ég held að það sé nokkuð ljóst. Við allavega... Nei, hún það. Bara það þannig. Þú veist, það bara... Og ég meina, það leiðilt að vakna upp við það, bara, þú veist, fjörgömmul kona. Að þú veist að allt sem þér hefur verið sagt var lygi. En ég meina, það kemur ekkert á óvart. Þú veist, ég alveg fljóta að læra, sko, ennþá. Og þú veist... og þannig það bara Sigurvegarinn segir auðvitað alla söguna þú veist og allt það sko en þannig að þú veist það eina sem að við foreldrar getum gert og ömmur og afar komin þann aldur að sko mennta börnin okkar en það við djöfulina etja vegna þess að deyfilífið sem að framleitt fyrir börnin okkar sem eru samfélagsmiðlar og allt þetta sem að haldið að þeim í daglegu lífið þeirra gera það verkum að eins og lesið var fyrir mig í morgun börnin fara út á trampólín en fara svo undir trampólínið í símanu sína. Já, þetta áhugavert. Kristína, ég þarf því miður að setja punkt í þetta góða samtal okkar hér. Takk kærlega fyrir að koma, gefa tími í það. Ég veit að það nóg að gera hjá þér. Það baráttan sefur ekki. Hún sefur ekki. Og við erum í baráttunni saman, öll saman. Akkurat. Og tók ég við því að það meira hér handan við hlið. Þarfst hann að tala borgarfulltrúa.
Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.